Forsetahöllina hér á Álftanesi. Hér að fara fram síðasti leikurinn í annarri deildinni í úrslitakeppninni. Bjóðum hjartanlega velkomna góða gesti af Skaganum, IA. Og þessi leikur keppnisumspilsleikur sæti í efstu deild. Og við ætlum að gera ýmislegt til skemmtunar fyrir utan leikinn á milli fyrsta og annars og þriðja og fjórða. Þá verður hér páskaeggaskot. En við byrjum á því að kynna til sögunar dómaraleiksins. Það þeir Aðalsteinn Hrafnkelsson og Sigurður Jónsson. Gefið þeim gott klapp. Og þá byrjum við á gestunum. Það leikmaður nr. 0, Hjalti Ásberg Þorleifsson. Nr. 1, Elías Björn Björnsson. Nr. 6, Jón K. Traustason. Nr. 7, fyrirliði gestanna, Tjas Malik Franklin. Nr. 10, Arnór Smári Bjarnason. Nr. 11, Elvar Sigurjónsson. Nr. 13, Valdimar Ólafsson. Nr. 32, Jerome Chetli. Og leikmaður nr. 33, Stefán Kaprasius Garðarsson. Það var í gestana Jón Þórðarsson, aðstoðarþjálfari Tjas Tjart. Og þá var það Álftanes. Allir klárir í það. Leikmaður nr. 4 í Álftanesi, Unnsteinn Rúnar Kárason. Nr. 5, Viktor Maru Alexandersson. Nr. 6, Baldur Már Stefánsson, elsti maður leiksins. Nr. 7, Birgir Guðlaugsson. Nr. 8, Ingvar Árni Sigurðarsson. Nr. 9, Þorgeir Kristinn Brandar. Nr. 10, Arnar Hólm Kristjánsson. Nr. 11, Jón Ólafur Magnússon. Nr. 12, fyrirliðinn Kjartan Atli Gjertason. Nr. 13, Brynjar Magnús Friðriksson. Nr. 14, Hugi Hólm Guðbjörnsson. Og leikmaður nr. 15, Egill Birgisson. Þá Álftanes Hrafn Kristjánsson. Og við gestir skemmtum okkur vel, njótum leiksins. Áfram Álftanes. Komið sæl og blessu og velkomin til leiks með okkur í úrslitaleik annarrar deildar þar sem mætast heimamenn í Álftanesi og IA frá Akranesi. Álftanes, byrjum að kynna okkur, Hannibal Hauksson heiti ég og með mér engin annar en Jón Orri Kristjánsson. Sælir. Og við ætlum að fara með ykkur í gegnum þennan leik hérna í kvöld. Forsetahöllin, þetta verður ekkert stærra en það. Nei, ég skilst að Guðni sjálfur alltaf mæti í kvöld. Já, ég ekki hissa. Svo reynda mannstæðleikur á sama tíma, það veit ekki hvort hann velur. Nei. Hann væntanlega að horfa á útsendingunni samt. Já, hann mætir ekki hingað. Hann með 2 skjái. En hérna einmitt Hannes, formaður KKÍ að ganga í hús með verðlaunabikarinn fyrir sigurvegara leiksins í kvöld. En ef við kannski rennum aðeins yfir þetta, Álftanes náttúrulega rúlar upp deildinni. Já, töfum ekki bara einu leik. Töfum 2 leikjum. 2 leik. Bæði á móti B-liðum. Já, Njarðvík og KFB. Já, og enda deildina með 32 stiga, meðan við endum deildina í 7. sæti með 16 stig. En B-liðin náttúrulega telli ekki, þannig að annað, 3. og 4. dettur út, þannig að við erum í 3. sæti, A-liðana. Og förum í þetta úrslitakeppni með A-liðunum og mætum þar KA. Þar sem við höfum keppt í öll fyrstara tímabilinu, unnum með 5 og töpuðum með 1 í hörku leikjum. Og meðan að Álftanes lagði Leikni í sínum undanúrslitaleik. Og hér erum við bara komnir. Sko, Álftanes vinnur 4 af síðustu 5 deildarleikjum sínum í deildinni og vinnur svo Leiknir í undanúrslitum, þannig að þeir eru 5 af 6. Við förum út. Aðeins aðra sögu að segja við. Já, við klárum deildina með 5 töpum í röð. Spurðum okkur upp í kemna og vinnum í undanúrslitum fyrsta leik. Svona hefur verið með 2 fertuga menn í liðinu sem að þurfa sína fylgir útleikjarna. Algjörlega. Gaman að geta þess að leikurinn að með sýnist verið live-startaður, þannig að ég geta bara inn á KKÍ.is til að skoða statið. Algjörlega. Þessi liður mætast tvisvar í vetur og Álftanes bara hefur unnið á leiki allt auðvöldlega. Vinna fyrsta leikurinn í deildinni var einmitt á móti þeim á Akranesi sem fór 72-136 fyrir Álftanesinga og seinni leikurinn var
Svo hérna í fórstuðhöllinni, núna í janúar, þar sem að leikar voru 117-70. Þannig að... Það var munnskári leikur svolítið Skagamann. Já, en það er aftur að segja það að Álftanes, þetta verður bara svona ganga í fórstuðgarðinum það að klára þennan leik. En sjáum hvað Skagamenn gera. Það er enga trú að því. Nei. En við erum svo sem ekki hlutlausir. Enga veginn. Talandi hlutleysi, dómarar leiksins í kvöld eru þeir Aðalsteinn Hrafnkelsson og Sigurður Jónsson og óskuðu þeim góðs gengis í þessu leik. En núna eru bara 15 sekundur í þetta að leikurinn hefist. Úrslitaleikurinn í annarri deild 2019. Álftanes IA. Já, Álftanesi byrjar inn á Brynjar Magnús, Kerri, Hugi, Þorkell Blöndal, grafíski hönnurinn á mótilið. Þið getið síðan í öllum helstu dressmannauglýsingum landsins og Viktor Marino. Þetta er hörkulið. Og Skaganum þetta Hjalti, Raggi, Eli, Jeróm og væntanlega Tjás. Ef ekki væri fyrir Tjás í þessu, þá hugsaði að væri nú allavega svona 7 sinnum fleiri körfuboltaleikir undir belti Álftanesmanna. Já. Ég hugsa að Tjás hefði nú spilað fleiri körfuboltaleiki heldur en allir aðrir en vellinum til samans. Já, það er líklegt, en það er fullt af reynslu og fullt af titlum í þessu Álftanesliði. Það er allavega einhverju bikarar. Álftanes skal byrja. Góð vörn í Ragga. Jeróm. Hugulegt. Þetta kláraði hann. Það er ekki síðan. Skagamann komur yfir, 2-0. Hún veldur Skagamann. Raggi og Þorkell Blöndal. Þorkell Blö. Og Auður Karfa. Smá ágjör af Brynjari þarna. Það getur verið alveg híkalega góður ef hann ekki passaði vel. Byrjast velvinningar á klukkunni, hún er ekki alveg virka hjá okkur. Það er nefnilega allt í lagi af því að það er livestream, það getur bara fylgst með það. Milla Viljas hýttir á baki á Viktori. Ásnýsingar í boltan. Þarna er einmitt maðurinn sem tapaði fyrir Rikka G í herra brennslu í Sigurðarsækjarni. Það er vel að sé vikið. Brynjar aftur með sóknarrákast og skilaði Jóni. Það er 3 úr í körfunni. Við erum í vandræðum með hana. Það er Tjás vel. Það er vel að klára þarna með Brynjar í kringu sig. Kjartan er 3 stef og hann finnst það ekki leiðilegt. Og gott flak og Elvar með heiðilegt og frákastið. Það er svo bóttan fyrir Viktor Gerða. Vel gert. Það vantar smá fimi í kringu körfunni þegar Skagamenn í byrjun. Það er góður. Galti vel vakandi hana. Hugi, Þorgeir. Seldan í 6-2 fyrir Álftanes. Það er að fá ekki skot, sko. Gert af Hjalta. Jeróm í barðinni og Elías blakar henn og höfðinn. Flottur. Jeróm eitthvað í efins, hvort hann ætlar að spila vörðan og spila næsta flott aftur. Það er aðeins. Smá titringur í Skagamönnum. Já. Það ræðir í sitt svæði. Sóknar frá Karl. Ísilega, þetta er ekki gott fyrir Skagamenn að þetta sé að ganga svona undir körfunni. Verða að setja skrokkinn betur á hann. Algjörlega.
Mikil kontakt Þetta þarna. vel gert. Jéróm duglegur. Leðum við ná Brynjaru frá körfunni að þá þið ágætis mál. Já. Boltinn til Brynjars. Þetta leið 7 sekundar á klukku. Þeir þurfum bara að klára vörnum þínir. Já. Boltinn út. Já, hann klikkaði þá. Já, hann hlýtur að fara að vera þreyttur, hann er að taka öll skotin og öll frátökum. Já, það steinn eitthvað. Alltaf hann skemmboltinn við einn kjartan. Kemur hann myndi körfuna. Þorgeir. Smá samskiptaleysi og þá þetta er skref. Já. Þú sjáum við að Arnar Guðmundsson, þjálfari Stjörnunnar, hefur gefið sér tíma í að mæta hérna leik í ábyrðinu. Já. Jéróm Skinnið. Þá Hjalta. Jéróm duglegur. Jess. Sett fyrir Doni. Þetta eru óhefðmyndir leið til að klára þessu færi. Já. Þetta er vel gert. Skamur er komið með allavega 3 skótarókast. Já. Stóri bolti, Jéróm. Alla leið. Jéróm byrja sterkt. 8-8, þetta er gefur. Svona vilja hafa hann leik. Þetta er úrslitaleikur. Óöppin hann að Elias. Hleypur þarna manni sem tappaði fyrir Rikka G. Við erum að ná að stoppa Brynjar í sóknarfrákastunum og þá voru ykkur allir vegi færir. Já. En ég held að Brynjar nenni ekkert að gera þetta allir leikinn. Ég held að það sé ekki alveg í standi til þess. Það verður gert. Ég gerði þetta vel. Og Ragnar tapar boltann með Kjartan Stelunum. Fer í Kristinn. Það kom engum óvart í húsinu. Nei, og Jéróm með frákastið. Þetta er svona boltinni sem endar á milli. Hjalti róar þetta niður. Brynjar er komið 4 sóknarfrákast núna á ekki nema innan við 5 mínútum. Það er áhuggefni fyrir okkar menn. Hafnesingar skráði með 7. Á móti kemur að þá hefur Jéróm líka verið að gera ákvarðið í sóknarfrákastunum. Það er ekkert mikið tekið af varnarfrákastum í þessum leik. Hannibal brá sér aðeins af síðu, þannig að við verðum bara hérna saman. Hægt að klára þetta. Bara að klára seinna. Og Ragnar dekkar. Tók að blöða aðeins áfram. Arnórsson er komin inn á. Raggi. Brynjar fyrir beint út í Róm, gefur að huga og hann setur þetta. Nei, en Brynjar tekur frákast og klára. Þetta er Bölvar Attilisar hendi á liðinu. Það er nú aðað að segja það. Þetta er að slæma með höndinni. Hausinn að segja sínist mér. Vel gert. Kemur. Hvað er snöggur það? Skóbúnarinn gefur sig þarna. Já, hann fór hraðar en skotnir. Þoldu.
Muldur Marno mitt einn af þeim sem á dóminustöðuleiki á bakinu. Já. Hvað var hann ekki það? Var hann ekki dóminus að vera? Já, hann var í Stjörnunni. Já, þetta er sigur að senka þetta. Ekki leitt að segja en ég vil alveg endilega fá Brynjar út af. Hann okkur erfiður. Með 5 sóknarfrákst að skila 4 maður múni. Já. Ég held að setja vítið, það var setna vítið eftir. Jafnan leikinn. Þetta er öruggur á línunni. Ræðin mætir hann þá tóka. Það fyrir það þryggjastæða. Og Brynjar með sóknarfrákasti. Ég ætti að stela þessi bolta. Langur fram á Ragnar. Svo finnur Jerome. Sem klarar. Þetta var vel spilað að skafa mér. Komið hratt á Álftnesingana. Bæði Jerome og Hjalti búin að skora í leiknum. Nei, og Tjá Seina. Já. Þannig að varpa á honum og nýja stuttufæri að nóðan. Já, spjaldiði maður rétt. Hjalti hann pósta á Arnar. Ekkert út af þessu. Það spýtur á Þorgeir. Þessi er ekki sáttur, hann vill ekki pekina það að hann hafi verið komin í skot þess að slæra. Nei, ég er undan samanlega því. Já, það var mjög nálægt í að vera á gólfinu. Þorgeir veit það. Ákveður að klikka vítinu. En dómarinn veit líka miklu meira en ég. Já. Setna niður, já. Ég veit eitthvað að Brynjar búinn að taka sóknarfrákastum að það held ég þessi fínt að hann hafi sett setna. Já, eitt betur en 2 mennur. Já. Hjalti yfir á Ragnar. Aftur í Hjalta. Fyrir í skotið. Skattar þarna. Hitt á Grímkel. Grím. Það var pressa hjá Álftnesingum hérna. Kamerinn að stilla upp í. Ég skilur ekkert í Álftnesingum að vinna að vera að pressa eitthvað núna. Jerome og Tjasa þeir fara í stöðu ról. Það er í. Það er stuttur. Jæja. Nú er það að hlaupa tilbaka. Ragnar og Þorgeir. Gefur að Grímkel aftur. Það er vatn bólum að inn á. Góð setting. Hjalti aftur á útleikur hann niður. Brynjar er að dóma þeirra. Og hjá Bleikur. Hann lítur að fara að vera þreyttur. Já. Og 2 á Ragnar. Og klárar það. Vel spilað. Það var ekki fallegast að ræða blöðið. Það spilir svo líka. Það sagði enginn að þetta er auðvitað. Nei. 18-16. Langur Hrifinn af því samt að Skaginn er að skora svona úr alls konar á meðan að við þurfum heila bara að stoppa eitt til að vera í ágættum. Það þekki ég hann. Þarna þekki ég hann. Arnar Smári. Er þetta ekki fyrst í þrýsturinn við? Já, ég held það. Já, það held ég. Og Kjartan Asli keyrir alla leið. Þetta er það niður. Ég veit verið víst að Kjartan er ekki þetta snöggur. Jerome á Brynjar. Já, vel gert. Þetta var vel gert. Jerome einhvern veginn alls ótti hérna. Já, hann fílar úrslitaleiki greinilega. Og þetta er auðvelt. Ekki hægt að fá ruðning þarna í hring. Það er algjör óþur að það var flóp samt. Já, það var högg hann.
Skipting hjá Skagamönnum. Elías kemur inn fyrir Ragnar. Skagamaður Birkir Guðlaugsson kemur inn fyrir Álftanes. Já. Toppmaður. Og Jón Ólafur fyrir Þorgeir. Birkir Guðlaugsson einmitt besti leikmaður annar deildar sem ekki að spila með IA. Ekki margir sem vita það. Nú er það orðið opinbert. Já. Arnar Smári erfitt skot. Hann lendi ykkur ógöngum hann á leiðinni. Það er Birkir. Jón Ólafur sér af og frákast glæsilegur. Gera hann steik fyrir Brynjar loksins út og kom boltanum á tjætt. Það fer alla leið en hittir ekki óheppinn á það. Skoppað á hringnum. 2 skot. Stundum kemur sér vel að vera lítill. Já. Ég er ekki vissum að Brynjar hefði komist í gegnum þessa glöfu. Vill hann að Brynjar? Sér svo línni, hann er búinn að vera góður á línunni í vetur og hann verður að taka það með sér í þennan úrslitaleik. Það ekki það að Jón að draga að spila margir úrslitaleiki, á maður ekki alltaf að taka besta með sér í svona leiki? Jú, eða alltaf að sjá til þess að hinn gerir það. Já. 23-22 og 42 sekundur eftir að fyrsta leikluta. Það er hörku leikur. Alltaf þessum boltan, Kjartan Atli, Brynjar kemur í pikku. Hér á mætur. Í hornið á Jón Ólaf. Stundur, Gjast með frákastil. Löggi fram, Hjalti. Sirkus. Sirkusinn er mættur í Álftanes. Gaman að geta þess að fórsetir voru Guðni, Því og Jónasson er nóg að mannstæðleikum og er ákveð að koma leikum. Setjum við þetta við hliðan á Sigga Dúlu og Arnari Sýniskur. 5 sekundur eftir, Kjartan keyrir alla leið. Setur þetta á niður. Þetta er búið. Handboltaskotið Arnari sem virkaði ekki. Staðan til fyrsta leikluta, Álftanes 24, IA 25. Þetta lítur bara vel út. Þetta lítur vel út. Langa atkvæðamestur hjá Álftanesi BMF. Brynjar Magnús Eiríksson, 10 stig á 8 frákast, 2 varðskot. Þetta er geggjuð lína í fyrsta leikluta. Ef við ætlum að framreikna þetta, þá endur við með 80 framhaldspunta. Og hinum megin er Jerón komið með 10 stig, 6 frákast. Sem er bara ljómandi fínt líka. Þá er komið að páskaækjaskotinu. Það er eitthvað páskaækjaskot sem ég skilur þetta ekki. Boltar var upp í stúku. Strákarinn eru með þetta. Koma boltanum upp í stúku, strákar. Snakkir að þessu. Bara henda boltanum upp í stúku. Þeir velja vel og vandlega hverju fá að fara í páskaækjaskotið. Það eru víti. Ég er alveg með það að hreina að þetta sé góð vinur á þessu skólinu. Já. Þetta leit þannig út. Hefur ekki að klappa við þessum unga manni? Gefur ekki sendingar að séu stóðsendingar. Já. Voni, Páskar. Það er Páskar. Það er sama. Takk vel fyrir þeim. Allt Páskaækja meðaldali. Já. Það er ekki slæmt. Það er ásættanlega. Það er betur en þryggjastæðnýtinginu í IA. Já, eitt góli. Já, það var bara Arnarsmári. Heitir hann ekki Arnarsmári? Það skráðar Arnór í stæðinu. Arnór Smári? Já, hann lagst þetta. Arnar með þetta. Það heitir Arnar. Það er Jón Ólaf. Það er pottið núna. Þetta voru margar villu. Þetta var bara á miðju, sko. Já. Það er þetta sem það þarf að gera, sko. Sérstaklega það Brynjar út af og opnast aðeins fyrir koruna. Það hugið sér alveg stóra, það var hann ekki... Það er ekki stærsti maður Álftanes eins og Brynjar. Elli er kominn aftur inn. Arnar setur þetta niður. Hvað er Óni? Við viljum hafa þetta. Þetta eru stig sem þú þarft að setja niður. Vítan er ekki alveg til fyrir mig. Já. Þetta
Kjartan að pósta á Arnar Smára. Flottur snúningur. Kjartan Hauga. Tekur boltan inn fyrir Ría 26-27 og 9:35 eftir öðru leikunda. Þetta er gasendi í opnum frísmannu. Elías stillir upp til að sækja bolta. Þetta er smá búnlegin hana. Já. Þetta er alltaf fyrir miðju. Þetta var alltaf að skrítið. Dómarinn sáu það ekki. Dómarinn leitir rétt undan þegar hann skalla á honum maður. Skipti hjá Álftanesi, Kjartan Atli fyrir út af og Þorgeir kemur inn á. Það er gaman að sjá það að Karl Blöndal, faðir Þorgeirs, er upp í stúdíu mikill gáringar og hann neitar að klappa í takt við Álftanes. Tjaldið. Það römmar svo taug. Það var kljálega. Gleymur aðeins að hann fær opið skref í áttarkörfunni. Er þetta ekki fyrsta veldin að styra á? Jú. Það missir fyrra skotið. Því mættir hún alveg sett hún í. Það er gaman að sjá hvað staðan það eru ferskir þegar þeir mæta allir. Það er ekki alveg hægt að stóla á það að þeir mæta allir í kvöldi. Nei. Þá er þetta þrjú sóknarvörður. Þegar hann reyfir það loksins niður, langur fram á Chess. Þessi er að koma sér tilbaka. Það er Arnar Smári. Það var Arnar. Vel gert. Það ræður ekkert við hann. Fyrir að lína 2 skot. Verið að setja það niður. Við erum ekki að hafa eftir það sem hann Jón Ólafur segir hér. Nei. Arnar Smári á línunni. Það er aðalstinn dómara. Er þetta ekki fyrsta víti sem fyrir borgarinn í það? Jú. Ég held að við getum bara alveg lifað með því. Já. Það er gott að hafa bara búið. Ég reyndi að hafa það fyrir reglu að klikka alltaf öllum vítunum mínum í uppbytunum til að klára það. Já. Það er bara kóti á öllu. 28-27 í 8:45 eftir að öðrum leikhluta. Álftanesingar komið með boltann. Þetta var langur fram. Ég ætla að hlægja það fyrir uppstillinguna. Þeir eru 4 á sóknarhelming og þeir eru Álftanesingarnir 3, eini frammi á móti Chas. Þeir eru bara að grýta honum 4 metra yfir leikmanni. Já. Þetta er fín. Því hér Hér er við bara einn. Birkir bara að lasa þetta. Starðins bolta. Nei. Tilurinn var góð. Æja, nú held ég að skafði minni að róa sig aðeins. Þetta fer í annar hlutar aksjónið. Þetta eru undarleg sóknar mútið pressverðinni á skafanum og það eru bara allir þarna. Tripla þessu bara fram hjá hann. Ragnar í þristinn. Stuttur. Þetta er samt hugulegt. Já, það þristur bara í fylgir skiptu í skafanum. Birkir. Svo ekki í Chess blakar hann Elias á tánum. Langur fram að hér á ól. Þeir anda
leið og setur hann ekki og Ragnar og Elías. Það er bara vel gert þetta með. Þetta góð bara það, Grímkell blakar þessu út af. Skæðin á boltan. Þegar hún var eitthvað aðeins skelkaður að hún fer upp í leigubæðina. Já. Ég skil ekkert hann eiginlega búin að sitja tóni sem hann hefur sett upp. Elías í þristinn. Stuttur og Elías stilur hún það bara. Arnar Smári og Ragnar hérna í horninu, kallar á hann, fær hann, fer í þristinn og niður. Æsilegt maður. Það hlaut að fara að detta, það tekur bara endalaust á skotum og hlýtur að hitta. Hvað þú segja, Raggi sé búinn að taka endalaust á skotum? Nei, í alveg. Þetta er villa. Nei. Og 2 stig. Eftir sóknarfráka. Ekki hugi. Jú, syns það. Ég ætlaði að fara að kommenta það hvað Skagamenn verður með lágvaxi liðið ná. Svo sé ég bara að þetta er eiginlega allir stærsti leikmenn liðsins. Þetta er stærsta kappa því. En Toni, já, þetta er ekki stórt lið sem við erum með. Það er kannski Stefán. Hann hangur fram til að stila þessu. Það er leiklið, búin að nóga þessu. Og Skagabolti. Leiklið. Fyrsta leikliðið í þessu leik. Það lítur bara hörkuvel út. Taka Álftnesingar í stöðunni 33-29 fyrir IA. Þetta er ekki eftir bókinni, eins og við fórum yfir hérna áðan. Við vorum nú alveg bjartsýnir. Ég meina sko, Skaginn skoraði samtals 142 stig á móti Álftanes í 2 leikjum í deildinni. Ég meina Álftanes skoraði 136 stig á móti okkur í fyrsta leik. Þannig að við vinnum fyrsta leikinn með 4. Eða 6. Það er þetta hljómar ekkert sérstaklega. Þannig að þetta er vonum framar hérna hjá strákunum í IA. Þeir eru greinilega komin til þess að selja þetta dýrt. Nú fyrir ánægði með þetta. Já, þetta er úrslitaleikur, bikar í húsinu og menn bara Forsetinn í húsinu? Forsetinn í húsinu og trommur og vel mætt. Við erum að rósa Álftnesingum fyrir það, vel mætt í stúkuna. Fulltrúi frá KKÍ að sjálfsögðu líka hérna og það er bara svona vil hafa þetta. Önnur deildin er að... Fulltrúi, það er ekki sendur formaður. Já. Ekkert meira en minna. Nei. Sumir hefði sendt einhver deildastjóra á hann að leika eða eitthvað, en hingað kemur formaður. Það er sjálfsögðu. Þegar hans liði spilar allavega. Það er sjálfsögðu. Þetta var Hrafn hendi spjaldinu í gólið, hann er ekkert gera það sem þeir eru að gera. En nú er Brynjar komin aftur inn á. Já. Það gekk töluvert betur þegar. Hann er með ágætis held ég. Maður skoða pluss mínus þá hann er örugglega ágætis þar. Já. Skagamenn eiga boltann til körnu í 7 mínútur sléttar eftir 33-29. Elías er svo snöggur, hann bara sækir þetta allt sjálfur. Tapar boltanum 3 í sókninni, en heldur hann samt bara áfram. Arnar Smári, stöngskott og Geró. Það hefði verið fínt að fá 3 viljan að Brynjar þarna. Já, við hefum þegið það. Þannig að sinna góð vörn. Og Brynjar mættur. Henda ykkur upp, vitandi að Brynjar tekur þetta. Hann er mættur. Skjaldarmerki takkuðu öxlina og tekur öll frákvæmt sem hann vill. Og Ragnar í þristinn. Þetta er í. Alltaf. Þorgeir Blöndal. Hotnið. Viktor Marino. Stillipurinn að finna Brynjar. Það er bara að gefa. Enfon. Sterkur snúningur hann hjá Huga. Og vill hann á Arnar Smára. Ég skil þessa vörð samt ágætlega hjá Skagamenn. Þeir Álftnesingar hafa ekkert verið að gera fyrir utan teik. Þeir hafa bara unnið þetta allt inn í teik sko. Það er bara, já, það er nákvæmlega þannig. Grímkell er búinn að setja 1 rist þarna áðan. Svo er þetta Kjartan allir komin inn á. En þá eigum við bara að hafa áhyggjur af þeim sem eru skíttur. Leyfa hinum að reyna frekar að loka frákastunum og... Gardi 4 stig. 6 mínútur eftir. Það fyrir áleik. Tjens. Ég skil Tjens mjög vel. Þessar rauðu línur hérna sjást ekkert alltaf vel. Já. Kjartan allir var hérna að komast inn í hausinn á Tjens. Hann má halda áfram að reyna það.
Hlupinu bara báðið flissandi í burtu þarna. Þorgeir, Ragnar til varnar, góð vörn til Ragnari, Kjartan. Við erum pikkið frá Brynjar og færa það og í einhverjum æfingum minna endar svo í opnu skoti. Handskoti. Það er svona þegar maður selur sig. Sjá, seldi sig þess að Ég misti af sig, ég verður ekki það. Já, þessu hafa ég. Já, það var ekki neitt. Ég er á móti Brynjari, hárrétt. Brynjar kom með 3 villur. Þetta er bara ljómandi fínt. Já, Jerome á línunni, einstigs munur, 35 eftir af öðrum leikluta. Þeirra langt besti maður. Hringin út. Það var að setna skotið. Já. Bara nett. Alltaf vel gert í hjarta. Vörn maður. Það er vel skólinn bolti. Bolti fer hann af Hauga, Hólm út af. Helgi að segja ástæðisbæknum að setja niður. Jerome í þrist. Þetta var ekki besta hugmynd sem hann hefur fengið í Stundum þarf maður bara aðtöfa hvort maður sé heitur. og Viktor stuttur og 2 Álftnesingar þar Haukastið en setur ekki niður. Jerome bara ekki ágætt í því að taka svo frábær í þeirra núna. Nákvæmlega. Passi. Þessar stöðu og æfingar í honum og tjasa eru greinilega spila honum í ágættis form. Heldur betur. Boltinn út í körfuna, út í hornið. Sendir á engan. Það er einhvern titringur í Álftnesingu. Já. Það eru ekki að gera neitt sérstaklega vel. Ef það ekki væri fyrir 7 sóknarráðum hjá Brynjari þá væri þeir í meiri vandamálum heldur en þeir í núna. Klálega. Það er bara byrjast ekki, færað ekki og þá bara berum við Þristar í hringi. Heldur með þetta. Gert. Marnar. Keyrur á körfunni og Okkar. skafabótti. Nei. Þetta er skrítið. Þú sér bara í hvað áttmenninni blaka höndunum. Já. Kemur Baldurinn á, við fögnum því fyrir Álftnesinga. 3-6. Kemur upp með boltan. Það kom að róa á sóknarleik Álftnesinga. Þorgeir. Þá Kjartan. Eftir varnar, Brynjar fyrir í skrínið. 3 stiga skot í Kjartani. Og allt að hjálpa til. Þetta er gömul saga á ný. Að stóri maðurinn í hinu liðinu sé að taka sóknarfrákast og skora. Þannig að biðjum að fá Jónar í búningin, hann er bara í öðru. Hann er upptekinn. Ég er betur nýttur hér heldur en það held ég. Vítið er fast. Kemur á. Það er samt orðið. Vinnur Ragnar. Það er orðið undarleg staða þegar maður er farin að vonast eftir því að menn fari á Brynjar eingöngu til þessum á villina. Það fyrir bara skafan að koma í stopp núna og passa undir körfunni. Ég er sko Brynjar og Hugi á Álftanesi eru komið með 11 sóknarfrákast og 26 stig. Það er svakalega tölfræði og ekki líka. Tíknefndur Hugi. Það setur hann ekki og þá tekur Brynjar frákastu bara. Nei, stóð af. Á lukka.
Brynjar var að tala í dómarann og maður leit ekki það, hann er alltaf stendur. Já. Það var ræðilegt. Arnar Smári. Þetta KKÍ Arnór, en við hlustum nú ekki á það sko. Nei. Skagamenn halda áfram að gefa öllu nema Kjartani þriggjastaðaskot. Nú Aftensingar komnir í bónus. Já, eftir þessa öllu. Já. Þorgeir kemur og tekur boltann inn. 3-6 eftir. Skagamenn að gera ágætlega varnarlega sko. Þeir eru að láta reyna að láta að hafa fyrir þessu allavega. Og þeir þurfa Skagamenn er líka að láta Álftanessingana hlaupa tilbaka. Já. Tilbúin að keyra á það í hvert einasta skipti. Það finnur Baldur og Brynjar skilja ég glæðist nú alveg fyrir hönd Brynjars að hann sé að eiga svona góðan leik en þetta má nú alveg vera búinn. Það er full Brynjar og góða fyrir leik. Óttur Arnar laumar er svona Þetta var lauma. Það kemur Kjartan. Það er alltaf þarna small nú í boltanum. Reynslur yfir. Nú er það að stíga út. Það er að loka vörnunum sína. Já, algjörlega. Ekki það, ég hugsa reyndar að Kjartan setja þetta niður en nei. Þetta var eitthvað skrítið en hann greiðan er að lauma boltann í hjarta þarna. Ég held að þetta var að fara. Já, þeir verða samt bara að hirða þetta. Algjörlega. Það þýðir ekkert að vera að bíða eftir því að boltinn verður út af. Nei. Staðan 43-46, IA vil 2-0-1 eftir af öðrum leikluta og IA tók þetta leiklega. Brynjar er með 16 stig og 88% skotnýtingu, 9 sóknarfrákast. Hvað sagði hann mjög stig? 16. 16-9 og 2 mínútur eftir að fyrirháleik. Hann er sko 16-11. Hann er með 2 varnarfrákast. Að meina Skagamenn að þá er Raggi komin 8, Tjás með 6, Hjalti með 6, Sýrhóm með 15, frábær leikur. Arnar með 11, mjög góður leikur. Það er ekki slæmt að vera með svona menn á bekknum. Þetta er með svona menn á bekknum. Sóknarleikurinn hjá IA er búinn að vera fín. Þetta er aðalega hverja staðins betri vörnir, það takkir sér frákvist, stíg út saman og já, þeir þurfa að loka vörninni. Það er alveg númer 1, 2 og 3 sko. En það er svo sem við höfum lent í nokkur sem við veitum að fá 100 stig á okkur. Já, sem er ekkert mál, ef þú bara skora meira heldur en hitt liðið. Heldur betur rétt. Það er aðeins Leifur Tjás að klára að reyma skóna. Ég myndi ekki að reyma að setja bara reyma Róni. Það kláraði allavega á brotið. Já. Ágætis kerfi hérna í Álftnesingum. Kannski með villana sér um hvað sem villaði fyrir Hjalta. Fyrsta. Það er ekki Skagamenn. Elías með 2, Raggi með 2, Tjás og Sýrhóm með 1, Arnar með 2. Ok. Einhverju villvandræði með Álftanes með? Brynjar er með 3 og Hugi með 2. Það er bara hljómandi. Já, það er mennum sem við viljum að séu með marga villur. Já. En Hrafnsand heldur Brynjar innan. já. Það eru með fyrirmæli að sleppa því að spila vörn núna. Birgir misjönda bæði svo þetta ólíka. Í Skagahjartað
Já, Hjartar maður. Arnar maður. Hjartan til Arnar. Yes, sækir hann og spila boltanum. Ásetningsvilla á Arnar. Er þetta ekki þriðja villina sjálfans? Þriðja villina á Arnar. Það er ekki nógu gott. Þetta heitir endur óíþróttamannsvilla ekki. Ásetningsvilla er ekki lengur til. Jú, þetta er óíþrótt. Kjartan alltaf vítalínunni. Það er samskiptaleysi hjá Tjás og Arnar hérna. Algjörlega. Mjög ákvörð annan, Kjartan náði boltanum og Arnar einhvern veginn vafði sér utanum hann aðeins. Er ekki bónus? Bónus? Jú, núna. Það fá ekki bónus í þetta eftir ásökn. Eftir óðurinn. Það var svo leið. Það fá bara vítinn og poppa. Brynja komin út af. Það þorði ekki öðru heldur en að vera með henni nú. Þáttur hann verið með 3 villur. Gott sendi ekki Baldri á Birgir sem fyrir 3 stiga skotið. Setur hann ekki, gefur á með frábyrnu. Við getum ekki á. Jó, er hann eitthvað rángleður af því að mér fannst þessi bara að vera leiðin úr. Hefur þið dæmduna á þetta? Þetta er ótrúlegt. Þetta er alveg Þetta er ótrúlegt að það sé ekki kalla þessa villu. Nú er ég hissan. Ég verði ekki það. Ég reyni nú að halda í mig með dómgæsluna en þetta var bara beint fyrir framan dómarann. Ef ég væri upp í stúku, þá hefði ég staðið upp og tjáð honum að hann hefði rangt fyrir sér með þennan dóm. Já, heldur betur. En það er alltaf rétt. Með boltan. Helli og Baldur. Birgir. Hjalti. Vörg hjá Hjalta þarna. Boltinn endar í hverfinu. Þorgeir setur það þannig, kemur 8 sekúndur yfir. 47. Vill á Baldur. Hvernig standa liðsvillur hérna hjá þér? Þetta er 4. villan þá. 5. villan. Nú kemur Tess. Setur hann bæði honni í. Þá 1 stopp og 1 körfu eftir þessi víti. Það held ég væri fínt. Glæsilegt, 1:08 eftir, 47. Úrslitaleiks tölur hérna. Tess á línunni. Töluvert líkar að KR Þór Þorláksson í mýinu heldur en Stjörnunni í í mýinu. Vill á Ragnar. Fer Þorgeir á línuna, 2 vítaskot. Oft er sagt að línan herðist í úrslitakeppnum en það var hægt að segja þessa línu sem dómarinn er að setja hérna. Þetta er svona... Það er svolítið mjúkt. Það er bæðið niður. 1:04 eftir. Hjalti. Finnur Elias. Stólinn bolti. Þorgeiri. Langur fram. Hjaltan í horninu. Fyrir 3 stiga. Stemningskörfa. Langur fram. Ekkert dæmt. Ekki brjóta stöðum. Hjartan í 3 stiga. Bara kveiki í húsinu. Tekst ekki, Baldur með frákastið. Skal hann vera að halda áfram. Koma sér stöðu. Leia. Þá hérna sekunda skotið. 24 metri. Elias endaði þarna utanvallar. Kann hann ekki alveg nú að vel að ráða sinni hérna? Nei, þetta er búin að vera skrítin síðasta mínúta hérna og stundum bera festur mest ábyrgð. Við getum spilað á þetta klukuna, 17 sekúndur eftir. Ástæðins kemur upp boltan í bónus. Eftir Arnar. Palla. Arnar þarna heldur vel í Þorgeir. Ég veit ekki alveg hvort ég geti.
Það eru þessar seinustu 3 mínúturnar hérna sem að fóru illa með Skagamenn en þeir þurfa bara að ráða ráðum sínum í hálfleik og ekki dæri sig bara og mæta tilbúinir í seinni leik 56-48 í geggjum fyrirleik. Það er ljómandi skemmtilega. Búin að vera nánast jafnt á öllum tölum hérna í meirihlutanum leiknum nema hann rétt undir blá lokin. En við ætlum að taka okkur smá hlé og komum aftur í með seinni leikina í Vörðuspori. Gerðu það.
Það var allt til reiðu fyrir síðari hálfleikinn. Álftanesingar tóku þarna 10-12-0 rönn í restina. Sem skilaði þeir í 8 stiga forystu í hálfleik. Skagamenn kláruðu fyrri hálfleikinn í Gjálfur nógu vel. Ekki alveg nógu vel. En það er allt í lagi, þeir eru búin að fá hérna smá hvíld. Inn á Raggi, Arnar, Hjalti, Tyrón og Tjess. Arnar kemur inn fyrir Ella í byrjunlið. Hinn Álftanes eru Þorgeir, Hugi, Brynjar, Viktor og Kerri. Eru það ekki sömu og byrjuðina? Jú. En við sátum ekki auðum höndum í hálfleik, heldur erum búin að græja hérna leikklukkuna. Þriðleikur hafið. Og til með að benda það aftur að leikurinn er livestreamaður, þannig að til að fylgjast með því. Skagamenn eiga þennan bolta. Eurostep og næstu því sóknarflokki síðan. Smá olbúasveit þarna. Sóknarfrákast. Það er reyndar Stela þessu boltanum, Kjartan í ekki fyrir ekki stegaskot. Það verður að Skagamenn snúsa sóknarnir sínum aðeins betur. Þetta er eiginlega sama. Það er í erfitt skot, þar var góð. Það var eiginlega sama patið og var í lok annarsleikum þetta. Já, núna í byrjun. Tapaði boltar og fá hraðaflug beint í baki. Akkurat. Það ákveður Arnar nú bara að gera þetta sjálfur og Vill á 1 skot. Setur hann niður. Það komið 13 stig. Þorgeir og Ragnar. Já, veitu, tók hann ekki eigin frákast? Ég held að boltinn þyrfti að fara í eitthvað. Ég held það líka. Einu sinni var það þannig að skottilraun væri gilt skot sama hvernig færi. Ég held að það væri búið. Það var náttúrulega varnar. Beinar stjórnum. Tæpur. Og Tjess. Ekki sending. Tjess fyrir á Brynjar. Stuttur. Skatti hjá Geró. Á Ragnar. Og sterkur. Kjartan á frákasti. Og Álftanesingar eru beittir, koma beittir út í þriðja. Næs sending, ekki niður. Þetta er samt eiginlega alveg eins og í byrjunleiks. Það er svona Skagamenn og Álftanesingar ganga lagið. Nú er Helgi byrjað að telja á hann og Skagamenn setur boltan á engan. Jæja. Kjartan í stemningsstið. Sett hann ekki. Tjess með frákastið, langur fram á Ragnar. Kjartan til varnar. Ragnar setur þetta niður. 11 stig munur á unga Eiksálfum að henda þessu. Arnar og Kjartan. Svo Brynjar. Það sé hvað að láta. Já, fannst Brynjar eitthvað standa og hratt upp hérna. Ég held að vera sammála Sessan. Ég held að þetta hafi ekki verið illa. Þetta er úrslitaleikur. Já. En fyrir utan það, ég er ekki hérna til að vera hlutlaus. Nei, það hefur aldrei verið. Brynjar klikkar á fyrraskotunum. Ég held smá með Brynjar en meira með ég.
Þetta ekki þetta næstu að taka frákast bara sjálfur. Mættu þeir ekki bara brjóta og spila og byrja? Það er allavega að láta hann eitthvað gera annað heldur en að taka opin leiðir. Arnar klikkaði á þessu skoti. Það stíkum með boltan 11 stöðum yfir, það er 7:22 eftir. Þorgeir. Sjans á Þorgeir. Það er ekki að spila vörn á hann fyrir utan. Brynjar, góð vörn í Arnari, en Kjartan fær boltan, leitar að Brynjar finnur. Viktor Marino, Óttar Kjartan fyrir Kristinn. Þetta viljum við ekki. Við viljum ekki að hann sé að taka fyrkistegskot. Jeróm fer á Brynjar. Og ekkert að hend. Nei, það er nú... Brynjar næstu kom svo það. Og fjórðavellan á Brynjar. Þetta vilja líka. Fynda. Þetta var alltaf mjög náttúrulega teknilega. Ég veit ekki alveg hvað línan liggur, en hún liggur alltaf ekki þarna. Það er greinilegt. Það fengum alltaf Brynjar út af. Ég held að það sé fínt úr okkar menn. Ég reynda að þekki ekki hvernig manni líður þegar maður er búinn að klikka tróðslu, en manni líður greinilega svona. Það hefði ég neitt bætt litlu á Þorgeir, sko. Elías og öllum mönnum í sótafrákastið. Og þetta niður. Vel gert. Nú erum við vonað að Skaginn taki jafnvelið það þegar Brynjar er út af eins og við gerðum á hann. Já, klárlega. Við spilaði hann hrikalega vel þegar hann fór út af það. Þannig sett hann ekki. Arnar Smári með frákastið, kemur til þess að stillir þessu upp. Gaman að vera skynsamur og nýta sóknarnar og varna vel. Smiðstu boltan, þetta var ekki skynsamlegt. Arnar Smári til varnar. Viktor Marino, skjöldu hann inn. Gengur á vel hjá Álfnesingi núna. Já. Komið 14 stig mun. Það hafa verið 6 stig í hálfleik. Nei, 8 stig í hálfleik. Við verðum að finna okkur. Já, þetta. Það er alltaf svolítið fallegt að leikmunni þegar gera dómarinn með auðvelt fyrir að dæma villurna en að brjóta greinilega. Já. Elías og Viktor. Arnar Smári er í 3 stef. Þessi er í. Viktor Marino með frákastið. Það er að koma sér aftur, sko. 3 og 2. Þetta er alltaf auðvitað. Það er bara í veislu núna, sko. Það var reyndar að taka tíma, en Vitraborðið var ekki nógu snöggt að átta sig. Ekki dæmt. Það er vilja. Með körunni, ekki dæmt. Jeróm. Og frákastið endar hjá Álfnesingum. Skamen ekki fljótið tilbaka og bara... Nei. Kjartan með sig. Kemur leikur. Skrýtnar mínútur hérna í fyrstu 5 mínúturnar í Þetta er svona leikluta. Seinasta 6,5-7 mínúta, það var eiginlega verið frekar slæmar. Já. Sóknarlega og varnarlega og hérna undir roki bara menn voru ekki að spila vörn, menn kom ekki tilbaka. Nei. Arnar Smári komið 14 stig. 4-12 í skotum, Jeróm með 15 og Raggi 10. Já, Álfnesingum er Brynjar en þá langatkvæðamistur, nei, kannski ekki langatkvæðamistur en hann er 17 stig og 14 frákvæðst. Það mennur Hugi með 14 stig og 10 frákvæðst og Kjartan allir er komin upp í 17. Er ekki rétt sem er ekki 18-7 í þriðarleikluta? Jú. Á 5 mínútum. Það er bæði vont að fá þessi 18 stig og líka vont að skora 7. Já. Nei, Kjartan allir komin í 20 stig. Já, hann er að hitta vel, hann er að skjóta svolítið og hann má það þegar hann hittir. Hvað er hann komið mörg sko? 4-10 í tryggja, það er alveg að lifa með því. 40%, það er bara frábært. Það meina Brynjar er með 80% skotnýtingu. Já. En hins vegar bara 0. Hann er bara 0-3 í vítum. Þannig að við þurfum bara að
senda hann eitthvað á línuna í staðan fyrir að lefa hann bara leggja dónu. Já, alveg klárlega. Það er náttúrulega alltaf sem getur að pressa hérna. Já, og Þorgeir Blöndal er komið 15 stig. Það var ekki þetta vel. Þetta er ekki góð samfélska. Hér á. Það er svo að það er hverfinni. Það er gert. Það er hugið með að villin henni. Það er bara með eina. Hún græði mikið neitt á því. Þetta var ekki gott sko. Og Elías herður. Já, bótti. Ég held að enginn vita hvert þessi bótti var að fara. Það skal mann hafa það bara 3. Nei, það er nú þekki ekkert reglum. Ekki til það. Hún kláraði eitthvað. Svo skal mann aðeins endurstilla sig. 19 stiga munur hérna allt í einu. Hjalti. Það er villina. Það vill að Þorgeir. Og þetta er ekki skot. Nei. Hann var í loftinu þegar hann braut á hann. Já, reglan er þannig að ef þú klárar ekki skotið eins og hann endar á að reyna að senda hann og hann færði aldrei skot. Okay. Þráttur á að sértirinn er komin upp í skot ef þú reynir að senda hann þá færði aldrei vítið. Fróðleiksmóli. Gaf hann í boltan, 14 sekundur á skotklukkunni. Hún tekur hann inn. Hjalti. Líka. Tekur frákastinn næst. Hjalti er agalega segur í að ná sér í gríðan frákast. Jeróm. Skjálskjöfur til Jeróm. Viktor Marno. Kjartan alltaf. Hann getur koma á boltan. Arnars Már til varnanar. Tikki kemur. Jeróm skiptir. Nú vel. Já, þetta er fínt. Þetta er fínt. Kjell. Kjell. Það var. Það er heldur góðum allavega afsökunar. Grímkell fyrir á línuna. Sýnist að hann fengi högg hérna á augað. Svona smá fórðaglið í fyrir að hugsa til þess að ég eru með að skjóta vítum. Já. En það er ljótt. Það er ljótt. Við enda hugsuðum það ekki. Nei. Það beit heldur ekki á hann. Hann setur fyrirskotið niður. 77-59. 3:28 eftir á þriðja leikluta. Það er niður. Það verður gaman aðeins að gera þetta mjög vel. Eftir að Hjalta sótti þessa körfu. Birkir og Jeróm hérna í keppni og hvort getur beðist meira afsökunar og rekast á hinn. Þeir heiðismenn. Bjarnar. Jeróm. Sendra hann út af myndi ykkur hann hefða. Gaman taka boltan. Álfnesíkur halda áfram að pressa. Arnars bara sækir hann. Þetta var ekki á Samherja. Jeróm með frákasti. Arnars Mári. Já, þetta þurftum við. Allt svona sem við erum hrifnir af. Það er ykkur boltafauti minna, kemur boltan út í hornið. Viktor Marno reynir að tróða honum inn. Jeróm tekur þetta. Vá, Elías. Arnars Mára.
var svo skakkur, Jerómi Lókasson, vel gert. Unni Hjalta gerir körfunni. Vel gert. Og allir sem taka leikli, það ljómandi fínt. Það ljómandi fínt. Ágætis Rönnurskafun, ná sem við 12 stig eftir að voru komnir 19 stigum undir. Já. Það minnir mig svolítið á það sem pabbi sagði alltaf mig þegar ég var að spila. Það er alltaf að það gengur allt miklu betur á vellinum þegar þú ert inn á. Ég hef tekið eftir því og það er svona svipað eins með Brynjar. Það gengur allt miklu betur inn á vellinum þegar hann er inn á. Nákvæmlega. Og ekki lífið pabbi, eða ég. Ég trúi þér samt aðeins meira en honum að hann var að tala um son sinn, en þú ert að tala um mótherja. Hvað er það? Þetta er bara ljúfvitni á höfuð minn. Alls ekki. Bara meiri sannleikur í þinni sögu. En þetta var ágætist rönn hjá Skagamönnum núna, ná sem niður í 12 stig. Þetta er það sem þeir þurfa að gera sko. Já. Það er að klára sótendar og síðan reyna að frákast það því að þeir geta alveg skorað. Algjörlega, við erum þetta er oddalegur. Þetta er bara sigurinn eða ekkert. Það er bara sömu fyrir eftir leik, sama hvað. Já. Og það er bikar í boði. Það var bara eftir að velja hver verður annar deildarmeistari og svo hver með bestu ástundun og svona á uppskeruhátíð. Já, hver er liðið fyrir sig. Ásnins ekki að taka boltan inn. Sýnist Hrafn Kristjánsson vera örlítið stressaður heldur en Jón Þór. Já. Jón Þór bara eitthvað að fikta í vassbrúsunum og eitthvað, það er engar áhyggjur af þessu. Örn hjá Ella þarna og Árnarsmári tekið, Kjartan fær. Glæsileg. Ertu ekki ákveðin? Hann lítur að hafa verið inn í hring. Hann lítur að vera. Þetta var mjög auðvöldur dómur. Kjær. Millir hana. Já. Lítur fínt út. Kemur Jón Ólaug rættinu nú. Á 3 metrum ef maður rétt. Já. Það þurrka hérna eftir samstöðu undir körfunaðan. Og það er bara þannig þegar körfuboltamenn þurrka þá notaði lappirnar því að þú vilt ekki vera að reyna á hendurnar, geymi þær. Fyrir utan það að það er líka mjög langt í gólfi fyrir flesta körfuboltamenn. Það er góð punktur. Það ræða þjálfara liðana saman. Þegar brenna fyrraskotinu. Það er aldrei gott að brenna skotinu þegar þú ert nýbúinn að ræða við einhvern mann. Nei. Þá lítur út fyrir að setja illa stemningu. Já. Já. Setnar hún í. Það fyrir að Skagamenn aðeins að koma upp hérna að minnka þetta aðeins niður fyrir lokafjórðunginn. Þetta var sending. Það var útast. 100%. Illa karfa góð. Þorgeir Kristinn Blöndal. Núna hefði Arnar átt að vera sniðugur og aðstofa dómarann aðeins með þetta. Segja honum að hann væri út af þegar hann greip boltann. Hann er aðeins núna, hann er aðeins að setja. Og seint í rassingripið. En það er hins vegar bara eitt vítaskot. Það er okkur það á ný. Skipting hjá Ásnesingu. Þorgeir fer á velli og Hugi Hólm kemur inn á. Ásnesingur halda áfram pressa. Hefur ná Grímkel í andlitið. Markar það eftir þetta. Þetta fyrir Kristinn. Vel gert eftir Jeró. Glæsilega gert. Elias heldur áfram að djöflast í þeim. Til að geggja vörnum en Elias. Kjartan sýnir okkur aftur hann getur gómaboltan. Já. Kjartan reynir að búa til og finnur Jón Ólaug í horninu sem festir boltan. Við erum samt löngu búin að ákveða
að okkur sé skítsama þótt að allir sé að skjóta fyrir utan kjartan. Já. Fyrir utan. Uppkastið lendir Álftanesmenn, þannig þeir halda boltanum. 1 mínúta eftir á þriðja leikunda, 83-69. Það þurfa að loka þessari vörn. Gangur fram, finnur Grímkjell. Út í hornið á Jón Ólaf Sýnismer, nei, Hugi. Hugi var það. Hjalti með frákastið, vel gert. Sjæsir mætti fram. Það er boltinn hérna. Setur hann ekki, Hjalti með frákastið. Uppkast, Sæðina þetta. Góð barða þarna, en kannski illa að fara með þetta hraðaflug. Þau eru 2 á 1. Já, það er ekki alveg nógu gott tempo í þessu. Sjás var eiginlega, það er undanlega að segja að hann var eiginlega ofljótur að komast fram. Já. Það er eiginlega komin undir körfunni þegar sendingin kom frá Hjalta. Akkurat. Og Arnar Smári í þryggjastæði fyrir að skagn. Og bakastæði er Álfnesinga. Jón Ólafur í hornið á Birgir aftur Jón Ólaf og út á Kjartan, inn á Jón Ólaf og boltarhefingina og tókna frákast Karlagó. Það er fínu vörðum skjáðum og nú þurfum við bara að klára senst slottinu vel. Þetta er 16 steg munur. Það er agalega fínt að klára þessi sól. Hjalti með næstu í frákastið og stæðina hann þetta. Aðra tilraun. 5,8 sekundir eftir. Tapaði bolti á versta tíma. Þetta er eiginlega bara nákvæmlega eins og eiga boltan, geta farið í 1 skot, tapa boltanum og fá þrýst í andlitið. Það er 19 stöðu munur, það er nú eða aldrei fyrir Skagamenn. Já, eftir smá rönn hana í miðbyggja seinni hluta fyrirleikunda, þá náðu Álfnesingar rétt aftur úr kútnum. Já. Og eru komnir í ansið þægilega stöðu fyrir 4. og síðasta leikuldan. Hefur ekki að klappa þetta, koma! Þetta er samt alveg geranlegt og Það fá allir verðlaun. Jæja, kemur. þeir hafa sýnt að þeir geta bæði stoppað og skorað, þannig að Algjörlega. Kemur, En nú hljóta mennirnir að skilja allt þetta í gólfinu. 10 leikmínútur eftir að tímabilinu. ...88, 69. Skagamenn eru tilbúinir í 4. leikundan. Álfnesingar ætla að sitja aðeins lengur. það er þreyttir á Skagamenn. Við skulum ekki gleyma því að Skagamenn hafa alveg snúið töpuðum leik sér í hag og það er ekki lengra síðan heldur en bara undanúrslitunum. Já. Þeir klára á 12-2 rönni. Hvað endur þeir að vinna hann með 4, eða ekki? Jú, ekki það, 4-6. Já, 6 stigum, 89-95. Þetta er vissulega sterkari lið heldur en KV liðið. Hvað verður þetta hafa þér? Það? Björkir. Þeir eru alltaf að halda sig við það að... Jón Ólaf, hann undir körn og huga. Test, nei, og sér á framstöðu. Það byrjar ákveðna. Komið 1 stopp. Já. Þú þurfa líka að vera svolítið snjallir af því að þeir eru að gefa þetta skotað utan en þá mega þeir ekki vera að falla fyrir einhverjum rafhreyfingum hjá Álftanesmönnum. Skakt hjá Arnari. Kastur. Sama stað á það, hann þarf að fara aðeins lengra til vinstri, það var Donni. Þessi veit það. Já. Þetta Birkir, þetta er gott reyfing. Birkir. Sér ómegilega sleppt honum hann. Kjell.
En nú vil ég fara að sjá þá sko láta á að hafa aðeins meira fyrir þessu. Ég held að fyrir ómsið bara enda með eina villu og hann ná bara alveg brjóta á Birkiða. Engar auðveldar körfur segir einhvers staðar í daganum. Já, glæsilegt. Bara svona eins og þetta, láta að hafa fyrir öllu. Já, algjörlega. Önnu villin á Huga. Það er engin í villuvandræðum hjá Álftanesi. Það byrjar. Ragnar setur fyrir víti niður. Setur víti líka. Álftanesi er mjög þreyttur. Þetta er nýbúinn í fegurðarsækjunni. Þetta var skref aðalstík. Þetta því á ekki að vera eitthvað boltarhefing þannig, en kemur hann Grímsdal. Við á Jón Ólafur sem kemur hann inn á körfuna og það er Þorgeir. Þetta er auðvitað. Þetta er að segja, við viljum þetta ekki. Þeir verða að gera annarkvæmt. Þeir geta ekki bæði verið að gefa þeim skotin fyrir utan og eiginlega allt fyrir innan líka. Hata okkar mönnum hana, lenti í vandræðum með að leysa þessa pressuvörn hjá Álfnesingu. 92-71. Birkir komin í miðjuna í svæðinu. Birkir í En ég meina á tvennu illu þá veit ég frekar að Birkir sé að skjóta þarna fyrir utan heldur en að fá galopið leið upp fyrir innan. Það er snerti. Ragnar og Arnar Smára. Já. Það er skotið. Sendingin lág. Fljótar hérna að sjá þessu. Þetta er tilbaka skafamenn. Þetta er allt og auðvitað. Allt og auðvitað. Við þurfum að hafa aðeins meira fyrir okkur körfum núna og segja þetta bara sína hellingunum. Hví held ég nú komið 3 rullur. Segir að þetta að vera heimskulegt og ég er nú eiginlega sammálunum. Arnar. En nú er það Skagamann að sýna hvað í þeim býð. Algjörlega. Erfitt. Neyðarskot sem að endar honni. Nú þurfum við að koma tilbaka. Tveir sem eru seinir og þetta er bara, það var allt opið. Tveir sem sjá. Nú vil ég sjá Helga aðvara fyrir þetta. Já, þetta er ekki Þetta er alveg óþolandi þegar að vera að pressa og það kemst upp með að gera svona fyrir framan andliti á manni. Geró. Endur á Trafík. Setur hann ekki honni og svo verða frákvæmstöðar Álfnesinga. Gerir hann lengi tilbaka. Þorgeir. Setur hann ekki. Ragnar með hann. Nú held ég að vera sniðugt að taka leikli hjá Skagamann. Jeróm og Tjásir eru mjög hægir aftur. Bara að gefa þeim smá andrými. Hjalti fer í. Það er von. Við lifum að horfum að dribla, það var rétt. Já, auðvitað að taka hennar bolta þegar að ekki spurning. Æsilegt. Það er þetta, hafa þetta einfalt. Láta þá taka einhverja lélegar ákvarðanir. Tappan var nóg og setur. Ólaður, flugbraut. Já, ég vant að glöggli. Já, hárrétt. Þetta er búið að vera allt og margar auðveldar körfur hjá Álfnesingu núna. Já. Okkar menn eru orðnir þreyttir, það er bara þannig. Þeir þurfa að byrja að brjóta þetta aðeins niður. Það er 15-11 í þessum leikluta. Já. En núna erum við bara komin á hans stað, 101-80, 600 eftir að 4. leikluta. Við þurfum bara að taka smá gleði á það.
Já. Þið ekki að hengja hausið þessu, þú þurfum bara að hafa gaman að þessu síðustu mínúturnar þessu tímabili og sjá hvert það leiðir okkur. Já. Með hausið niðri förum við ekki neitt. Arnar Smári var að stiga þessu gaman með 20 stig, Jerome 19, Helgi með 16. Já, Álftanesi þetta Kjartan með 25, Þorgeir Blöndal 20, Brynjar eða með 18 stig á 18 mínútum. Hann með 18 stig og 14 frákast á 18 mínútum. Hann komin inn á völlin eftir. Hann þurfa að keyra svolítið á hann til þess að ná honum í 50 völlina því okkur gengur betur þegar hann ekki ná. Það gengur allt miklu betur þegar hann er hjá Álftanesi. Akkurát. Það er ekki að gefa sér við. Hann fær byggir. Þegar fyrir fristinn. Stuttur og fágröfti sjálfur. Og leiða upp vinstri. Það reyndi sitt allra besta til að fá 50 villuna á Brynjar þarna. Já, eðlilega. Já, þeir eru sko. Þetta er ekki dæmt að hætta sko. Það voru 3 áslýsingar undir körunni og í áðan að senda á milli. Já. Þetta er... Það er bara ef Skaginn skorir ekki og jafnvel þótt Skaginn skori, þá eru þeir orðnir svo gríðarlega seinir aftur. Þeir á Brynjarinn har rétt hjá honum. Auðvitað, hann getur ekki varist á fullum krafti á 4 villum. Kjartan aftur byrjar að éta niður tímann. Arnar Smári þolið það ekki. Ég held að Arnar hef ekki verið sammála aðstæðinu þarna, hver átti boltan. Það fór hér aftur undir körna á Brynjar sem snýr. Nei, gefur með skotinu. Það er fín villi á Sjas. Sjas komið 4 villur. Þetta er dómarinn samt með sjálf þessu. Þetta er hann ekki komin í skotið eins og áðan hjá Hjalta. Já. Þorgeir. Í hornið á Viktor. Yfir á Ragnar Spilnus. Við lesum þetta. Þannig var... Það er 15 villan á hann. Sjóðu þetta. Þetta var vel gert. Það er þetta svona sem þeir eru að gera þetta. Akkurát. Ragnar sér þetta neður. Komin inn í 18 stig. Þetta líka. Vel gert. Það var komin tíma á stopp. Þetta er fínt. Þeir þurfa bara... Þeir þurfa bara eitthvað. Það er hvíldar lappir í 4. leikunda. Þá fer þetta niður. Ragnar er óöppinn að tipla hans á tánum. Þegar mótreiðin er nýbúinn að tróða hinum minn, þá er ekkert óverðilegt að tipla hans. Nei. Þeir eru orðið þreyttur. Lýgur á dómarinn með þessi blautt gólfið. Sem hendur okkur undir ákveðslega. Jón Ólafur. Þannig Þorgeir. Þorgeir er búinn að vera ríkalega góður í þessu leik. Já, bara í gegnum miðjuna, trekki. Það er ekki að gera honum þetta erfitt fyrir. Vel gert að Hjalta. Lítið vörn hann í Álfnesingunum líka. Já. Þeir mega alveg laun að greiða líka, það er nú bara... Hjalti fyrstur að átta sig nær boltanum. Ragnar biður hann, fær hann í 3 stiga skotið. Það var alltaf hann í. Álfnesingar. Þannig að þetta verður boxspartagi. Það er smá. Hinn vörn. Já, eitthvað.
Hún er ekkert sérstök en okkar menn eru orðnir aðeins valtir á löpunum og þeir eru að reyna að keyra á það og virkar ágætlega. Það er líka búin að hlaupa á 6 mönnum allan leikinn. Akkurat. Jón Ólafur með 3 stiga. Þurfti þetta ekki. Ekki með Árnarsmára, það svara þessu. Já. Sýrlega. Besti leikmaður annar deildar. 2019. Jón Ólafur nýbúinn að hitta þrist, langri hann. Kjartan allir. Hann er sveittur höndunum, getur ekki lengur koma. Jón Ólafur aftur í þrist. Setur hann ekki og... Alltaf. Óðubenni en hann brýtur þú alltaf af sér. Akkurat. Kjartan allir sýnur okkar aftur, hann getur gómaboltan. Já, hann hafði þurft að segja það í stafinu. 10 sekundur eftir að skotklukkunni. Ágætis vörn núna hjá Skagamönnum. Kjartan allir stillir upp í 1. Fylgist hún með. Þorgeir út. Og Þorgeir í sendinguna á Brynjar. Fyrir aftur. Það er hann. Það var á hann. Nei. Læsileg. Það er gert. Hann átti að keyra á Brynjar og gera það. Við viljum ekkert fleiri tróð. Þorgeir snýr sér bara í hringi og mennirnir líka. Hvernig virkar þessi 30 sekúndar regla? Ef þú ert með boltan telur það ekki? Jú, það telur. Það var þá 3 sekúndur. En ef þú skýtur boltanum og þá endurreisist talningin eða ekki? Ég veit það ekki. Það skiptir í maður þetta er dæmt. Eina bollaði sammála því. Setta ekki vítið. Hér á. Hann setur þetta. Nei. Það var lagilegt. Hann er miklu betur að skjóta þarna meginn á vellinu heldur en hinn meginn. Já, það er bara mjög góð punktur. Skipting hjá heimamönnum. 2 toppar kom inn á. Baldur og Bjarki. Nei, Birkir. Brynjar er alltaf að æða út af. Það er ekki leyfi til þess. 2 mínútur og 3 sekúndur eftir. 114:99. Þeir eru svona lúmst gaman að því að það áttur að vera núna 17 stigum yfir. Þá er Hrafn enda með því að sterkasta liðið sitt inn á. Já. Það er núna koma 9 leikmenn og felur hann sig upp. Og það Kjartan alla. Þeir út af langbæsti leikmaður vallarins. DMF. Það har með skipta líka inn á mönnum sem hafa lítið spilað í dag. Það er einhver reikistjarni í hverju að fara út af. Ég vona bara að það fara ekki á margir út af. Já. Jóníkali komin inn á og Elvar komin inn á. Valdimar komin inn á og Stefán Kjabrasís komin inn á. Og Ballarisa. Baldur. Kynver og sóknarfrákast. Egil mættur í vinnuna og Elvar mistir hann. Skjöldur stelur honum. Og 3 stæði hjá Birki. 20 stæði. En hann er bara þráttur að þessi leikur fari svona eins og allt stefnir í að hann fari. Já. Þá verður hann búinn að vera ljómandi fyrir tímil í Skagamenn. Heldur betur. Heldur betur. Skot.
eftir að einhvern veginn allt sem á undanum gengi, ég meina þetta er tiltölulega nýtt lið. Já, algjörlega og bara komast í þennan úrslitaleik hér ákveðið afrek. Já. Og þetta, ég ætla fullur að þetta Álftaneslið er bara langt besta liðið sem við spilaði annars í langan tíma held ég. Ég hugsa það. Steg. Tökum það. Baldur, hann er ekki hættur. Það er gaman. Finnur Unnar. Nei, Umstedt fyrirgefið. Og sóknar frákast. Illa. Stefán brýtur á Arnari Hólm. Já. Sem getur sett sín fyrstu stig í þessum leik. Og ég ætla líka fullur það að það hefur ekkert lið spilað skemmtilegur körfubolta í deildinni heldur en Skagamenn. Mjög hátt stigaskur í leikjunum og algjörlega. Vörnin kannski ekkert alveg til að hrópa húrra fyrir en oft á tíðum allavega. Arnar Hólm komin á blað. Þá koma Skagamenn, Ragnar. Vel gert og óhættur hann að Egill næri sitt til þriðja frákast á einhverjum 20 sekúndum. Birkir finnur Unnstein, hann fyrir aftur í þrýstein. Hann hlaut að vera. Hann hlaut að vera. Hann hugsaði fyrir skotið. Valdi. Ragnar fær þrýstein, hátt og fallegt. Ég ætla að telja 1,5 stig á það nú. Birkir er með boltan, 15 sekundur. Það er bara leikar. 123, 100. Loka tölur í þessu leik. Álftanesingar eru annarumdeildarmeistarar árið 2019. Og eru vel að þessu komni. Þeir eru bara alveg að segja eins og þeir. Langhæstir í deildinni og kláraði þessu úrslitakeppni með stæl. 123-100 í NBA skorleik. Skagamenn hefði kannski mátt alveg þetta spennandi aðeins lengur. Fyrri hálfleikurinn var, fyrstu 18,5 mínútur voru frábæri hjá Skagamenn. Já, það er þessi kafli, síðustu sekundar í öðru leikluta og fyrri hluti þriðja leikluta, þar kláraði Álftanes þennan leik og Skaginn í rauninni kemst aldrei tilbaka og þessi 20 stig pluss mínus þannig að er bara ekkert til haldar. En já, aftur við óskum Álftanesingum vinnur allir hamingju með þennan titil og erum við ekki bara góðir eða? Það held ég. Bara takk fyrir okkur. Takk fyrir þig. Ingimar, takk fyrir myndatökuna. Jón Orri, takk fyrir hjálpina. Takk. Bye. Jæja, þá er úrslitin ljós. Álftanes keppir í fyrstu deild að ári. Nú fara fram verðlaunafhending. Hér eru liðin í fyrsta og öðru sæti í annarri deildinni. Já, við maður byrja liðinum að koma hér út á gólfið. Það stilla sér krakkar farið þið út af, gefa okkur smá pláss, hætta í körfubolta rétt á meðan og fá bara gott pláss. Og það eru þetta Hannes Jónsson og Guðni Jóhannesson, forsetinn okkar í forsetahöllinni sem ætla að veita íeringum annarsættis medalíurnar. Ía, fyrirgefið, þið svo heillaðar af Ía þessa dagana. Þetta er Skagamenn.
Það er gaman að segja frá því að leikurinn var sendur út hér áðan í beinni útsendingu. IA TV sendi leikinn upp á Skaga. Þannig að það voru fjöldamargir áhorfendur þessu leik. Það gefur Skagamönnum gott klapp. Og þá er það Álftanesmenn. Gefið þið gott klapp hana aftur, ekki?